Silja Ingólfsdóttir og hún ætlar að fjalla upplýsingar að aðgengi. Upplýsingar og úrbætur. Og hún ráðgjafi og ferðihönnuður. Velkomna. Góðan daginn og gleðilegt málþing. Takk fyrir að fá að vera hérna í dag með ykkur. Ég ekki alveg eina ferð, en hún Aðalbjörg Guðgeirsdóttir, hún hérna með mér. Og við ætlum aðeins að upplýsa upplýsingar og úrbætur. Bakgrunnurinn minn ég heiti Harpa Silja Ingólfsdóttir. Ég hreyfihömluð eftir bílslys, en ég ráðmæst á vinstra hendi í bílslysi 1983. Ég útskrifaðist sem byggingafræðingur 2001 og hef verið að vinna sem ferðihönnur meira minna síðan. Ég einn af stofnendum og eigandi aðgengis, en það var stofnað árið 2005. En Guðmundur Magnússon kom sterkur þar inn þegar var einn af stofnendunum, en hann dróð sig út úr félaginu þegar maður formar Öryrkjabandalagsins. Aðgengismerkjakerfið sem við ætlum að sýna ykkur hluta til í dag, það var opnað formlega 2010 í desember, en síðan var stofnað þar sérstakt félag í fyrra 2012. Aðalbjörg, hún hreyfihömluð eftir bílslys líka, en örlítið meira heldur en ég, en hún hefur þurft að nota hjólastól síðan 1986. Hún útskrifaðist úr ferðamálaskóla Kópavogs í vor og hefur gengið til liðs við Access Iceland til þess að kynna aðgengismál og við bara hlökkum mikið til hennar þátttöku. En svo allt hitt fólkið á baku tjöldin, ég ákvað að henda upp einhverjum tölum sem ég heyrði fyrir svolítið síðan, að það væri rúmlega 15.000 Íslendingar á aldrinum 18 til 67 ára sem eru metnir 75% örorkulífeyrisþegar eða meira. Og á þeim tíma var talið að 25.000 Íslendingar væru 67 ára eða eldri. Og svo getur maður leikið sér endalaust á tölum, en við getum áætlað að það séu þá allavega 60.000 Íslendingar með einhvers konar skerðingu, þar sem það vantar alla þá sem eru undir þessum 75% viðmiðunum. Fjöldi fatlara á Íslandi, meðtöku vinum og aðstandendum og svoleiðis, það getur þá hæglega verið komið 120.000 ef ekki meira. Og samkvæmt World Report on Disability frá 2011, að þá það allavega 100 milljónir Evrópubúa sem þurfa á góðu aðgengi að halda. Svona fyrir utan alla hina sem finnst það líka þægilegt. En hvað eru nauðsynlegar upplýsingar? Upplýsingar aðgengi eru til dæmis brettir á hurðum, þröskuldar, snyrtingar eða snyrtingarstaðnum. Og það rosalega mikilvægt að huga líka að búnaði, svona lausum búnaði. Eru styrtustólar á staðnum, eru armstóðir og annað. Og það þarf að huga að smáatriðunum líka. Til dæmis sturtuhausinn í réttri hæð. Er fjarstýringin á sjónvarpinu á þannig stað að hægt sé að ná henni? Allir búnaður á sínum stað? Og þetta eitthvað sem til dæmis gististaðaeigendur þurfa að hafa í huga þegar þeir að taka á móti pöntunum fyrir hjólstólanotendur. Það að gera svona smá checklista. Allir búnaður komin í sinn stað? Check. Þannig að viðkomandi þurfi ekki að fara fram á handklæðinu og gætir nokkuð lækka fyrir mig sturtuhausinn. Þannig að þetta allt saman mikilvægt og þó að þetta sé kannski smáatriði þá getur þetta orðið að stóratriði. En Access Iceland byggt upp á merkjum og áður en við skoðum þau að þá ætla ég að henda þessu upp svona einfalt. Og það til dæmis, þetta byggt upp á þessum 7 merkjum, eða 7 hópum, flokkum, sem maður vill kalla það. Og þetta kannski ekki neitt svona rosalega sexy, og ekki kannski endilega svo auðskiljanlegt í sjálfu sér. En við ákváðum að fá andlit á merkin til þess að eiga auðveldara með að útskýra það á bak við öll þessi merki
fólk. Og fötlun alls ekkert alltaf sýnileg. Og þótt svo sért með einhverja skerðingu þá getur líka að láta drauma en að rætast. Þannig við fengum þennan flotta hóp til þess að vera andlit merkina. Og fyrsta merkið hjólastólanotendur og það er Edda Hermann Bachmann sem andlit þess merkis. Og við fengum þau til að koma með svona smá quotes og hún segir: hindrunarlaust aðgengi og greið aðkoma að mannvirkjum það sem ég þarf. Árni Tryggvason leikari, hann ekki mikið fatlaður ennþá, en hann í þessum stóra hópi sem tilheyrir líka þessu merki, þessu göngu- og handaskerðingamerki, en það eldri borgarar. Og hann segir: þegar aldurinn færist yfir þörf á hvíldarbekkjum, á gönguleiðum og handlistu við tröppur. Þetta ekki mjög flókið en mjög þarft. Helgi Hjörvar andlitningsmaður, hann andlit sjónskertamerkisins, eða merkis blindra og sjónskertra. Hans tilvitnun ég þarf einfalda og rökrétta uppbyggingu umhverfisins með skýrum merkingum og leiðbeiningum. Sigrún Hjálmsdóttir, eða Diddú, hún andlit heyrnarskertamerkisins, en það sér það enginn að hún noti heyrnartæki og hefur þurft að glíma við heyrnarleysi, eða nánast heyrnarleysi í langan tíma. En hún segir: tónvöskukerfi í hvers kyns salakynnum mjög mikilvæg. Jónína Leifsdóttir rithöfundur, hún andlit astmaónæmismerkisins og hennar tilvitnun umhverfi án ofnæmisvaka lífsnauðsynlegt. Og það má alveg segja það að í myndatökunum þá gat Helgi ekki verið með hundi sem með sér, eða blindrahundinn, því að þau gat ekki verið í sama herbergi, það að segja Jónína og hundurinn. Og hún hefur oft þurft að fara úr hótelherbyggjum vegna þess að hún hefur fengið ofnæmiskast. Þannig að þetta ekkert sérlega auðvelt og bara hreinlega lífshættulegt stundum. 7. merkið fyrir þroskahömlun og það Daníel Ólafsson, framhaldsskólanemi, flottur strákur. Hann segir að einfaldur og auðlesinn texti með myndum henti sér. Og fyrir þetta merki þá eru merkingar og upplýsingar mjög mikilvægar. Eyþór Ingi Guðmundsson, hann hefur heldur betur látið sína drauma rætast þrátt fyrir fötlun, en hann með lestrarerfiðleika, eða lesblindur. Og hann segir: til að forðast allan misskilning finnst mér best að heyra texta, lesin upp og vel alltaf hljóðskrarar og hljóðbækur ef þessi nokkur kostur. Og hér þessi flotti hópur aftur. En ég ætla að biðja hana Aðalbjörgu að sýna okkur aðeins hvernig þessi merki virka svo í raunveruleikanum. Já, komið sæl. Hérna heimasíða Access Iceland og hérna merkin og hérna svona leitavél. Hérna getum við leitað að alls konar stöðum. Það alveg fullt af stöðum búin að skrá sig inn í þetta þó að við vildum alltaf gjarnan vera búin að fá mikið fleiri. En við skilum bara sýna ykkur í fljótu bragði hvernig þetta virkar. Við skulum bara fara hérna í gististaði og getum hérna. Þá kemur hérna upp brunnhóll. Við erum hérna í mótuna, það koma svona mismunandi skráningar. Og því að ég er í hjólastól þá náttúrulega kíkja ég hér á þetta merki og hér I. Og það þýðir það að það hefur, þeim vantar eitthvað smá atriði kannski til þess að fá fulla skráningu. En það þýðir alls ekki að það sé ófært sko. Getum við bara, hérna koma alveg rosalega miklar upplýsingar staðinn og við skrollum til dæmis alveg niður. Þá kemur hér fram hvað í vinnslu til þess að bæta það sem upp á vantar. Svo þeir hérna með inn á Svo getur, þú veist, ef við förum fyrir astma og ofnæmi þá styttist þessi listi. Þannig fólk getur bara fundið út fyrir sig. Svo eru þau með hérna heimasíðuna sína sjálfur hérna inn á. Þá förum við inn á hana og þá eru þau með merkið hér. Og þá getum við bara ítt á það og þá förum við bara beint inn á skráninguna á staðnum. Og þetta alveg stórkostlegt. Svo eru sem hérna sveitarfélög
inn í þessu líka, eins og til dæmis Sveitarfélagið Garður. Það með allar sínar opinberu byggingar skráðar þarna inn, þannig að þú getur bara farið inn á svgarður.is og þá sérðu. Það þarf ekki að vera eða langar sund garðinum, þá getur bara farið þarna inn og þá sérðu allar opinberu byggingarnar. Það þarf ekki að fara inn á hverja heimasíðu fyrir sig til að athuga aðstæður. Og svo eitt líka hérna svolítið sniðugt við erum með gististaði og við getum líka fundið gististaði í til dæmis Danmörku. Og þá fáum við sams konar lista upp og allar svona helstu upplýsingar á íslensku og Danir geta gert það líka, bara valið stað á Íslandi og fengið helstu upplýsingar upp á dönsku. Og svo þetta fleiri tungumál hérna, þýska, sænska og enska sem þetta leita á. Og svo hérna, Karin, kortaðu. Það hérna síðast. Svo þessi frábæri kortaðu sem snillingarnir hjá Borgarmynd eru búin að gera. Og þar búið að setja inn allar skráningarnar okkar, þessast hjá Access Iceland. Og að við vorum til dæmis að tala brunnhóla þá veljum við það bara hérna, það á Suðausturlandi. Og þeir hönnuðu þessi merki sem græni hérna, sem eru mjög einföld en segja samt rosalega mikið. Og þetta eingöngu aðgengi inn í húsið. Þeir sem vilja fá upplýsingar aðgengi inni, fara hérna niður og sjá skráningu Access Iceland. Þannig að þetta eru stórkostlegt framtak hjá þeim að gera þetta og auðveldar okkur mikið sem við viljum reyna að komast ferðast landið. Og svo hérna miðbær Reykjavíkur, þannig að það er hægt að fara að finna fleiri staði. Svo að lokum vil ég segja ykkur frá að áramótin næstu mun gistiþátturinn verða tekinn inn í Vakann, en Vakinn fyrir þá sem ekki vita, Vakinn gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar. Og þá mun skráning Access Iceland merkjakerfi geta gefið fjölda punktar sem er alltaf frábært og þá er hægt að umbuna þeim sem standa sig vel í aðgengismálum. Og mér finnst við eigum öll rétt á því að geta ferðast okkar fallega land og það er ekki nóg með það að við græðum á þessu, þeir græða á þessu líka sem að skrá sig í þetta kerfi og þannig að þetta er eiginlega bara svona win-win deal, sko. Bara takk fyrir mig. Takk fyrir. Það sem er á döfinni, það er þessi opnun kortaverksins sem Albert var að sýna okkur í samvinnu við Borgarmynd. Við erum aðeins að þjóðstarta þegar við fengum hann eiginlega bara í hendurnar í gær og Access Vakinn. En þá er það upplýsingar úrbætur og upplýsingar til notenda. Það er akkur það sem við vorum að sjá núna. En það er nú bara eiginlega annar hlutin á peningnum. Því upplýsingagjöf til þeirra sem eiga mannvirkin, hún er alveg jafn mikilvæg, ef ekki mikilvægri. Því það eru þeir sem eiga sig að sjá til þess að bæta úr hlutunum. Og allir þeir sem hafa fengið skráningu, þeir fá úttekt ástandsskýrslu með stöðu aðgengismálana og framkvæmdaáætlun með forgangslista það hvað þarf að gera. Þessi fylgja einnig tillögur að úrbótum og það er sest niður með eigendunum eða forsvarsmönnum skráðra staða og farið yfir skýrsluna lið fyrir lið. Með þessu er verið að slá margar flugur í einu höggi, það er að gefa upplýsingar til notenda, gefa upplýsingar til eiganda, gera tillögur að úrbótum og hvatningu til að framkvæma á einfaldan og hagkvæman hátt. Nú hverju er hægt að breyta og bæta? Það er rosalega mikilvægt. Mismunandi, alltaf ég að segja. Það getur verið allt frá því að lækka þröskuld eða bara viðbætur og endurbyggingar á húsnæðinu. En þetta þarf ekki alltaf að vera svo flókið eða dýrt eða mikið.
bara eins og myndirnar hérna til hliðar sýna að þarna hefur verið sett smá gul málning og það breytir bara heilmiklu í aðgengismálum. Hugarfarsbreyting. Við þurfum að sjá úrbætur á fleiri sviðum en á okkar manngerðaumhverfi. Við þurfum líka að vinna að breyttu hugarfari. Í dag er ekki annað ásættanlegt en að taka tillit til allra og það má sjá skref í þá áttina allt í kringum okkur. Eitt af mikilvægasta er sáttmáli Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, eins og það hefur verið talað í dag. Og löggilding hans er samfélaginu bara mjög mikilvæg. Nú lög og reglur. Við erum búin að fá hérna góða yfirsýn yfir byggingarreglugerðina og mannvirkjalögin, þannig ég þarf ekki að fara mikið út í það. Og svo fræðsla, hugarfarsbreyting verður með aukinni þekkingu. Það gerist ekki á neitt annan hátt held ég. Ef ég tala fyrir mig, þá lít ég þannig á að bara með að hitta einn aðila frá hverju fyrirtæki eða stað, þá hafi ég komið að stað ákveðinni keðjuverkun og því vonandi mun sá aðili segja öðrum í kringu sig frá því sem hann eða hún hefur upplifað. Og þetta er svona eins og dropinn sem fellur í vatni og myndir gárir. Það mun kannski taka dálítið tíma að breyta hugarfari allra á Íslandi, en ég held að það gerist eingöngu með kynningu og fræðslu. Og stundum er hægt að ná til margar í einu og mig langar aðeins að segja ykkur frá Háskólanum í Reykjavík. Við vorum með kynningu núna í vor hjá byggingarfræðingum við Háskólanum í Reykjavík. Aðalbjörg var með og tveir ráðgjafar frá þjónustu þekkingarmiðstöð blindra og sjónskiptra. Og þetta voru 20 strákar þarna í hópnum og ég byrja á því að tala þarna í einhverja 40 mínútur algilda hönnun og hvað þetta er rosalega mikilvægt, aðgengi og allt þetta, lög og reglur og svona fram og tilbaka. Og svo þegar það var búið þá sá ég alveg, þeim fannst þetta alveg áhugavert og mikilvægt og allt þetta en það var ekkert alveg að gerast, það var ekkert að svona, það gerðist ekkert mikið, ekki svona eins og þegar ég finn að það er eitthvað svona rosalega merkilegt að gerast. Og þá kom seinni hlutinn, þá fór Aðalbjörg með helminginn af liðinu og ég og svo Vala og Rannveig frá þekkingarmiðstöðinni með hinn hópinn og við fórum með strákana og létum þá opna hurðir og fara í gegn hjólastólnum og loka eftir sér og fara á klósettið, færa sig yfir á klósettið og tilbaka. Og þær hinar létu þá fá eitthvað svona fyrir augun, þannig að þeir voru hálfblindir og fengu að nota hvítastafinn. Og það eiginlega svona sem að held ég hafi komið mest ávart, það var í raun og veru þetta mikilvæga tæki örbylgjuofninn í kantinni. Að hann var staðsettur svo hátt uppi að þeir sá ekki fram á að ef þið væri hjólastólnið það gæti bara hreinlega fengið að borða. Þannig að það var svona mikil upplifun hér. En þetta, ég get alveg sagt að þetta var algjörlega stórkostlegt og sjá hvað lifnaði yfir þeim, hvað þetta var mikil upplifun fyrir þá. Að ég held að þetta á eftir að breyta þeirra sýn bara allt lífið og þetta á eftir að hafa áhrif á þeirra verk í framtíðinni. Því ég held að þessar fyrirbyggjandi aðgerðir að það er að koma með þetta meira, fræðsluna meira inn í skólana. Fara inn í skólakerfið á öllum stigum. Það þarf að segja múrurunum líka frá aðgengi eða smiðunum eða öllum þessum fagaðælum, ekki bara arkitektum og byggingarfræðingum. Þannig ég held að lykillinn liggi þar svolítið. Því að eftir þess að við byggjum mannvirki betur í byrjun því minna þarf á úrbótum í framtíðinni. Ísland er ekki auðvelt að eiga við þegar það kemur að því að ferðast en það getur ekki verið rétt að útiloka einn eða annan frá þátttöku. Og fötlun fer ekki margreiningarálit, heldur fólk með fötlun í öllum þjóðfélagsstigum, í öllum þjóðfélagshópum og fólk með fötlun á öllum aldri og skerðingar getur verið tímabundnar eða langvarandi. Og við erum með svona eitt stutt motto. Það er einfaldlega bara Ísland fyrir alla. Og takk fyrir okkur. Við þakkum Hörpu og Aðalbjörgu fyrir
framlag. Og næsta dagskrá, þá er Hjördís Anna Haraldsdóttir og hún er verkefnisstjóri og kennari við táknmálsfræði við Hlíðaskóla. Hún fjallar aðgengi heyrnarlauss fólks að samfélaginu, en sú umræða hefur verið í fjölmiðlum svolítið áframlega undanfarið. Gjörðu svo vel, þessi. Já, mér langar að byrja því að þakka fyrir að fá að koma hingað í dag og fá tækifæri til þess að tala aðgengismál sem tengist heyrnarlausum. Það er oft mjög ósýnilegt. Það er búið að vera mikil umræða, eins og þið vitið, túlkamál í daglegu lífi heyrnarlausra undanfarnar vikur og hefur verið mikið talað það í fjölmiðlum. Ég ætla aðeins að fara tilbaka og horfa á aðgengismál frá okkar sjónarhorni og ég ætla bara að nota sjálfa mig sem dæmi. Því ætla ég að byrja aðeins á að segja ykkur minn bakgrunn. Ég er fædd heyrnarlaus og íslenska táknmálið er fyrsta máli mitt. Ég lærði það strax í bernsku og hef talað táknmál síðan. Ég hef líka lært, auðvitað kann ég líka íslensku en frá því að ég fæddist þá fóru áhyggjurnar að vera áberandi það hvað myndi eiginlega verða um mig í framtíðinni. Jesús minn, getur hún lært að lesa eða getur hún lært? Getur hún heyrt með heyrnartækjum? Getur hún talað? Þetta voru spurningarnar sem komu upp í hugann og þetta voru spurningarnar sem fylgdu mér í uppvöxtinum. Ég hef lokið skólagöngu, bæði grunnskóla, menntaskóla og háskóla og það hefur allt gengið nokkurn veginn áfallalaust. Jú, auðvitað hafa komið hæðir og læðir eins og hjá flestum. En ég hefði aldrei nokkurn tímann klárað þessa menntun sem ég hef í dag öðruvísi en að hafa aðgengi að táknmálstúlkun. Nú ætla ég aðeins að einbeita mér að því að segja ykkur svona ákveðin sviði hindranirnar birtast okkur í daglegu lífi. Okkur sem erum heyrnarlaus. Sérstakt að tala það, þá er það hljóðumhverfi til dæmis, hátalarakerfi og þegar ég talaði í hátalara, til dæmis í Hagkaup eða í Kringlunni eða BSI, flugvöllum, tilkynningar hvers konar sem talað eru í hátalarakerfið. Þannig er ekki til okkar. Tökum sem dæmi að það var heyrnarlaus kona sem átti að fara í flug. Þetta er raunveruleg saga á meðan hennar stóð og hún átti að fara í gate 1, hægra megin eða eitthvað slíkt. Hún fer í röðina og situr þar á flugvellinum þar sem hún átti að
að fara í geiti sem hún átti að fara. Kemur flugfreyja til hennar og segir henni að það er búið að kalla út í vél vegna þess að það breyttist staðurinn sem átti að fara inn í vélina. Þetta var búið að glymja hátalarakerfinum aftur og aftur og aftur út alla flugstöð í langan tíma. Og svo var búið að kalla nafnið hennar vegna þess að hún kom ekki í vélina. Munnleg skilaboð, ekki sjónræn skilaboð, það eru það sem að hindrar okkur. Við þurfum sjónræn skilaboð. Ég er alls ekki að tala um svona sjónræn skilaboð sem kom í gegnum miðla, alls ekki. Heldur í svona útvarp, sjónvarp. Það eru miðlarnir sem fara fram hjá okkur. Allt sem á íslensku og talað á íslensku, því náum við ekki. Þess vegna svo mikilvægt að við fáum tækifæri til þess að hafa texta á RÚV. Við höfum hana 888 stöðina, og nýverið voru fréttirnar textaðar á 88 líka. Og það eitt skref í áttina, síðan á eftir að koma þættir og ýmislegt, en við höfum þó fengið alltaf aukinn texta á fleiri og fleiri þætti. Talsetninga á bíómyndum, það eru oft talsettar. Barnaefni talsett, það enginn texti. Og nú fjarkennsla orðið stór hluti af háskólakennslu þar sem að glærunum varpað upp á og síðan talar kennarinn inn á og nemendurnir geti nálgast þetta efni. Þetta efni sem fer fram hjá okkur þegar við heyrum ekki hvað kennarinn talar yfir glærunnar. Þetta vantar tilfinnilega. Og á svona opinberlega séð, það svona upp á hvernig aðgengið að opinberu stofnunum fyrir okkur Opinberar tilkynningar til dæmis eins og bankahruninu, ég gleymi því aldrei. Það var ótrúlegu tími fyrir mig. Það var táknmálstúlkur í beinni útsendingu í litlum skjá, allan tíman á meðan að Geir hélt ræðuna sína. Þetta hafði aldrei gerst áður. Síðan kemur þetta og það bein útsending og þetta kom allt flatt upp á alla og það hafði í raun og verið engin undirbúningur átt sér stað. En núna og fréttir hrunið voru á táknmáli 4 daga í röð. Við fengum táknmálstúlkuna á alla þessa þætti. Þannig að við stóðum ekki ein utan við íslenskt samfélag og skildum ekki hvað var í gangi. En þá náttúrulega nokkur hóp, það var smá hópur sem var ekki sáttur við hvað lítill glugginn var. Við þurfum að vera í faglegu samskiptum við þá sem senda út beinar útsendingar, hvernig við eigum í raun og veru að fara að því þannig að við sjáum vel og aðgengi verði greiðara. Svona í dagsdaglega lífinu þá getum við, og eins og þið náttúrulega gerir ykkur grein fyrir, þá getum við ekki haft samskipti gegnum síma. Og þegar ef að birtan léleg, þar sem túlkarnir standa, þeir sem eru túlkar, þar eigum við erfitt með að sjá ef birtan ekki léleg, þannig að það þarf að huga mjög vel að birtunni í þeim aðstæðum þar sem táknmálstúlkar eru. Vekjaraklukkan, hún þarf að vera með titringi. Reykskynjari, blikkljós, dyrabjallan og ýmis þjónusta og ráðgjöf, þar vantar okkur túlk. Við erum með ákveðin lögbundin rétt varðandi þjónustu táknmálstúlka.
Það er í menntun og lög réttindi sjúklinga, það er einnig lögbundið. Sjúklingar eiga rétt á því að fá táknmálstúlkun þegar þeir eru í heilbrigðiskerfinu, en það vantar einhverja lögbindingu rétt okkar til túlkaþjónustu í daglega lífinu. Ef einhverjir stór viðbrigði gerast í okkar lífi, bara í fjölskyldulífinu okkar, þá höfum við ekkert aðgengi. Peningurinn úr þessum sjóðum er núna búinn, myndsímatúlkun hefur lagst af vegna þess að sjóðurinn er búinn og svona er íslenskt samfélag. Við notum svo mikið síma á hverjum degi og þar sem ég er verkefnastjóri í minni vinnu, þá nota ég mjög mikið tölvupóst. Ég þarf að senda og biðja eftir svari. Þess vegna er mjög mikilvægt fyrir mig að hafa aðgengi að síma þar sem ég þarf að ná í fólk mjög hratt. Núna eru hendur mínar gjörsamlega bundnar og ég get ekki talað ég get ekki nota símatólk lengur. Ef þið horfið á þessa mynd sem ég varpaði hérna upp á skjáinn, það eru 2 leiðir. Aðgengi sem er sem brúar bilið og hún þýðir einnig það að við erum að brjóta niður hindranir. Þessi mynd er ótrúlega sjónræn og skýrir sig í raun og veru sjálf. Fyrir mig og táknmálssamfélagið er mjög mikilvægt að tryggja að þessi félagslegi sjóður verði áfram. Og að tryggja það líka að þetta kom ekki til að hann sé kláraður á miðju ári og þar með er líf okkar sett á hold. Þetta er í raun og veru fáránlegt. Það er verið að hvetja okkur til að fara í skóla og við fáum túlk í skólanum. Við erum alltaf að auka, menntunarstig heyrnarlausra er alltaf að aukast. Heyrnarlausir eru orðnir langskólagengnir. Svo þegar maður fyrir að leita sér að vinnu, þá er fyrsta hindrunin. Hver borgar túlk fyrir mig á vinnustaðnum mínum? Hver ber ábyrgðin á því að ég hafi aðgengi að öllum upplýsingum á vinnustaðnum mínum eins og allir aðrir? Við erum alltaf stimpluð sem dýr starfskraftur af því það kostar svo mikið aukalega. Við njótum ekki sömu mannréttinda og aðrir á vinnustaðnum vegna þess að það fylgir okkur einhverja ákveðin fjárskuldbinding. Svo það er náttúrulega að víkka það út og bæta þjónustuna og teygja hana. Við þurfum að hafa millitúlka til dæmis. Millitúlkar eru þeir sem túlka fyrir þá sem við köllum deaf plus, það eru sem sagt heyrnarlausir með einhvers konar fatlanir. Fyrir gamla fólkið okkar. Þar vantar okkur millitúlkar sem brúar bilið á milli þess að þeir eigi fullan aðgang og skilji samfélagið til jafns við okkur. Þetta er svona það sem brennur á okkur, daufblindratúlkar. Það þarf að auka þá kostnað fyrir því markvisst. Rittúlk, þannig við höfum þannig að heyrnarskertir hafa aðgengi að samfélaginu til jafns við aðra. Og ég vona síðan að það brenni eitthvað á okkur og þið spurjið mig á eftir það sem brennur á okkur að vita meira og ég mun glöð svara því. Kærar þakkir. Við þökkum Hjördísi fyrir sitt erindi. Næsta dagskrá hjá okkur eru 3 örerindi og fyrstur í röðinu er Bergur Þór Benjamínsson, málefnafulltrúi Sjálfsbjargar og hann fjallar aðgengi að náttúrunni. Gjörðu svo vel.
Komið þið sæl, kæru velkomin gestir, gaman að vera með ykkur í dag. Nú, ég ætla bara svona aðeins létt að kynna mig fyrir þá sem ekki þekkja stælana í mér. Nú, ég heiti Bergur Þorri Benjamínsson og fæddur fyrir norðan. Það er svona smá drefur af harðbelginni sem mér hafa kennt. Ég vonum hún fær ekki alveg. En svona aðal áherslan mín er núna svo að það á að endurskoða náttúruverndarlög sem ekki er allir sátti við. Fannst þetta æðislegt sem telja að þetta hafi verið mikið afturför. En það má þó segja að í þeim hafi verið gert ráð fyrir, ef hægt er að segja, að fötluðum einstaklingum var rétt þeirra til að eiga greiða leið að náttúrunni. Hins vegar tel ég og telja fleiri að í þeim hafi verið settar upp of mikil hindrun og hún felst í því að ef maður ætlar að fá einhverja nógu brjálæðislegar hugmyndir þá þurfum menn að einhvern veginn fara í eitthvað umsóknarferli og sækja að fara upp á tiltekið fjall eða tiltekið svæði. En ég tek þó skýrt fram að ég ætla mér aldrei að fara inn á þau svæði sem eru ekki aðgengileg. Þarna er aðeins átt við þau svæði sem að þola umferð og dæmi að taka frá leiðina úr Öskju inn í Heiðveðurlundir eða önnur svæði sem að eru til þess gerð að þola umferð af einhverju tagi. Aðrar þjóðir hafa leyft sambærilega lausnir sem ég er að reyna að tala fyrir, eins og til dæmis Noregi, þar sem handhafar PV-merkis fá að aka svokallaða skógarstíga. Þessa þætti þarf auðvitað að ræða í þaula og ég veit það að þessi hugmynd hljómar kannski djörf, en ég held að með ákveðnu samtali þá sé þetta koma inn í framkvæmd. Það þarf að finna einhverjar lausnir en boð og bönn eru mér ekki hugleiki. En hvað ætla ég þá að vilja hvað það? Jú, það er náttúrulega eitthvað eins og myndirnar tala. Það er ekki að fara mörgum orðum þessa ferð. Hún er tekin í góðráðina hópi árið frá leiðinni frá Hólsgerði sem er innst í bæjarins í Eyjafirði og inn í Laugafjall sem stendur rétt norðan Hofsjökuls. Og sá sem hér talar, hún var einfaldlega að drösla við laugina, hvað sem þau rauðlaði. Og það er líka skemmtilegt að þið sjáu að skáperatin, hún hallar ekki bara svona, hún hallar líka á hlið. En sem betur var því nú bjargað. Veiðar, hvernig þess að mynd lánaði Jóni bróður því að hann er bundið í hjólastól eins og ég. Einhver kann að horfa líka á sig svo að þetta sé nú bara hrein klár geggjun og valdi mengun og spillingu í tíu hverju. En ef leyfi landi er til staðar, leyfi veiðaréttar er til staðar, hvað er þá eftir? Jú, ýmsar ár eins og til dæmis þar sem þessi mynd er tekin, Laxá í Mývatnssveit, eru nú náttúruverndarsvæði og þau ber náttúrulega að sjálfsögðu að virða. Og síðan er sjálfsögðu hægt að ganga ennþá lengra og fara alla leið. Ég held ég hafi ekki fleiri orð og takk fyrir að vera fyrir mig. Takk. Já, takk fyrir Bergur Þorri og næst á mælendaskrá er þá Eva Þórdís Ebenesersdóttir, þjóðfræðingur, en hún ætlar að fjalla aðgengi að menningu.
Ég er nú vanar að vera með fleiri glærur og tala út frá glærum en ekki texta, en ég ætla að brjóta vananum. Ég er með heila 2 glærur og texta sem ég ætla að lesa. Óáþreifanlegur menningararfur er hugtak sem einhverju kannast kannski við. Það þykir nauðsynlegt að varðveita slíkan arf en erfitt er að festa hönd á honum. Hann er til dæmis fólginn í munnlegum flutningi sem aldrei er tvisvar eins eða matagerð sem er innbyrt og hverfur. Að takast á við og skilgreina hið óáþreifanlega er því meira en að segja það. Hvað þá að vernda það eða í samhengi við aðgengi að tryggja það. Líkt og menningararfurinn er aðgengi ekki bara áþreifanlegt og stundum er erfitt að skilgreina það. Það er meira en steypa og byggingarreglugerðir. Hið efnislega aðgengi er sannarlega mikilvægt grundvallaratriði, en jafnvel þó reglugerðin tryggi að steypunni sé hellt með aðgengi og algilda hönnun í huga, allt frá fyrstu hugmynd að byggingum og svæðum, dugar það skammt ef aðgengi er ekki hugsað á fjölbreyttari vegu. Það er nefnilega ekki nóg að komast frjálst í umhverfinu ef allt það óáþreifanlega sem þar á sér stað er okkur óaðgengilegt. Í aðfararorðum samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks segir meðal annars að ríki sem eiga aðild að samningnum viðurkenni að fatlað fólk njóti mannréttinda og mannfrelsis til fulls og sé virkir þáttakendur í samfélaginu sem muni leiða til aukinnar tilfinningar þeirra fyrir því að tilheyra samfélaginu og til umtalsverðar framþróunar samfélagsins. Þó svo að hugtakið aðgengi komi ekki fram þarna, er það forsenda þess að við sem samfélag getum uppfyllt þetta ákvæði samningsins. Að tilheyra samfélagi og finna það er nokkuð sem þjóðfræðingum í mér þykir áhugavert og mikilvægt. Vegna þess að það að upplifa sig sem hluta af hóp, hluta af samfélaginu er sannarlega spurning um aðgengi. Aðgengi að fólki, hugmyndum og menningu, bæði hversdagslegri og hátíðlegri. Hér þurfum við því að víkka aðgengishugtakið, byrja í umhverfinu og færa okkur upp í viðhorfin sem er eitt stærsta aðgengismálið þegar kemur að því að tilheyra samfélaginu og finna það. Séu viðhorfin útilokandi og neikvæð, höfum við ekki aðgang að samfélaginu og tilfinningin að tilheyra kemur ekki fram. Samkvæmt samningnum þurfum við að gera átak í þessum aðgengismálum líka, því öll tilheyrum við mörgum hópum af ýmsum gerðum og stærðum, fjölskyldunni, hverfinu, vinnustaðnum, skólanum, sveitarfélaginu og þjóðinni. Við, fatlað fólk, höfum sama rétt til að finna og upplifa þá góðu tilfinningu sem fylgir því að tilheyra hópnum og til þess þurfum við aðgengi að fólki, hugmyndum og menningu. En getum við ekki látið staðar numið því viðhorfin í daglegum samskiptum eru ekki það eina sem er óáþreifanlegt í aðgengi okkar að menningu og samfélagi. 30. grein samningsins fjallar þátttöku í menningarlífi, tómstunda, frístunda og íþróttastarfi og þar kemur orðið aðgang 8 sinnum fyrir og allmörgum sinnum til viðbótar er ýjað að aðgengi þó orðið komi ekki fyrir. 30. greinin er líka aðgengisgrein, en hún beinir sjónum sínum einmitt að því að fólk hafi aðgengi að innihaldi, ekki síður en umbúðunum, að viðburðum en ekki bara stöðum og að þátttöku jafnt og áhorfi. Hún krefur aðildarríkin til að gefa óáþreifanlegu aðgengi gaum og kallast á við aðfararorð réttin til að tilheyra, því með þátttöku tilheyrum við. Að mínu mati er það alveg ljóst að þegar við fjöllum aðgengi megum við ekki láta staðar numið við hið áþreifanlega, því þar sem áþreifanleikanum sleppir tekur við stór hluti af hversdeginum okkar, upplifunum og tilfinningum, tengingum okkar við hópa og það samfélagslega rými þar sem við getum látið til okkar taka og haft áhrif á samfélagið okkar. Með auknu óáþreifanlegu aðgengi fegrum við hversdaginn okkar allra og gerum lífið í samfélaginu auðveldara. Mannréttindi hversdagsins, og ég vísi til yfirheitis málþingsraðarinnar, standa á traustum áþreifanlegum grunni efnislegs aðgengis, en þau eru falin í aðgengi okkar að öllu því óáþreifanlega í samfélagi okkar og menningu. Takk með fyrir þetta. Næst á menningarskrá er Ágústa Gunnarsdóttir, ráðgjafi hjá
hjá þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga og hún ætlar að tala um aðgengi að vörum og þjónustu. Svona var það. Hvernig við gerum þetta? Já, komið þið sæl. Ég vil, nú hefst sko lengsti fyrirlesturinn á ráðstefnunni, þegar hann ekki alveg verið búinn. Jæja, ég veit ekki alveg hvernig ég á að tala um aðgengi að vörum og þjónustu á 5 mínútum. Það er nokkuð stórt mál. Og þið verðið bara að stoppa með það þegar ég er komin langt fram yfir tímann. Áður en það gerist. En ég ætla að flytja hér mál mitt án þess að sýna ykkur eina einustu glæru. Það er algjörlega meðvituð ákvörðun. Í dag tala menn helst ekki um nokkuð skapaðan hlut án þess að því fylgi glærur til útskýringar. Og það er sem sagt talið að ef að menn hafa eitthvað að horfa á og meðan þeir hlusta þá dragi það úr því að athyglin fari á flakk og einnig er sagt að menn meðtaki betur það sem þeir sjá en það sem þeir heyra. Og þetta byggja menn eflaust á vísindalegum rannsóknum og ekki ætla ég að afsanna það hér í dag. En staðreyndin er bara sú að fólk sem sér ekki á allar þessar glærur sem sífellt eru upp á tjöldum verður oft að gjöra svo vel og að vera algjörlega án þeirra. Það er allur gangur á því hvort þeir sem standa fyrir viðburðinum geta útvega glærurnar fyrirfram, eftir á eða bara alls ekki. Ég átti þess kost að fá glærur dagsins í dag og það stendur ekki á því. En ég tók þá meðvituðu ákvörðun að nota ekki glærur hér í dag. Oft verður að segjast að því miður er bara ekki nokkur leið þrátt fyrir samningaumleitanir og beiðnir að fá það efni sem lagt er fyrir á viðburðum á tölvutæku formi, fyrirfram eða eftir á. Sumir hafa fullkominn skilning á þeim beiðnum, bregðast þau strax á nokkra útskýringa, en aðrir hafa bara hvorki áhuga né nokkurn metnað til að skilja málin eða bregðast við. Margir reyna eftir fremstu getu að varpa ábyrgðin á einhvern annan. Eitt dæmi sem er langar að nefna hér í því sambandi aðila sem fyrir sig allir slíkir ábyrgð er Endurmenntun Háskóla Íslands. Þar hef ég sótt fjölmörg námskeið, mér til gamans og mikils gagns. Og þegar mörgurinn er afar lærdómsrík, en ég hef líka, oftar en einu sinni, ekki geta notið þessara námskeiða. Ég var orðið að hætta á þeim, ég fengið þau endurgreitt og ég hef einu sinni farið og skilað skjali sem ég fekk sent í pósti heim til mín sem viðurkenning af því ég hefði lokið námskeiði. Það er bara einfaldlega ekki rétt. Ég lauk ekki þessu námskeiði og já, þá skilaði þessum skjálinu. Ég tel mig nokkuð svona ágæta í samninga leitunum og útskýringum en þú reyndar verði að viðurkenna að umburðarlyndi mitt fer hratt dvínandi með árunum. Ég veit það ekki, ég les ekki aldurinn. En endurmenntun lítur bara svo á að ábyrgðin sé ekki þeirra þrátt fyrir að nemendur greiði fyrir námskeiðin og ábyrgðin á því að útvega námsgögnin er öll á hendi kennara sem þar starfa.
En þá ætla ég að snúa mig svona almennt að aðgengi að vörum og þjónustu. Eflaust hefur aldrei verið eins mikið framboð á vörum og þjónustu og nú til dags og aldrei hefur verið eins mikið af auglýsingum og hvatningu til fólks að nýta sér alla þessa þjónustu og allar þessar vörur. Að vísu má segja að eftir hrun hafi orðið smá afturför því þá minnkaði kannski framboð af vörum, þar að segja sömu vörur frá mismunandi framleiðendum. En hvernig er aðgengi fatlaðs fólks háttað? Ég hef ekki gert neina rannsókn á aðgengi fatlaðs fólks að vörum og þjónustu og átta mig svo sem ekki fyllilega á því hvernig annað fatlað fólk upplifir aðgengi, slæmt eða gott, nema helst þá það fólk sem ekki getur nýtt sér sjónina til að velja, lesa og jafnvel komast Allt miðast við að fólk sjái, geti lesið og komist án aðstoðar. Þannig er það bara. Og það er erfitt að breyta því. Flest er hannað og byggt miðað við að öll skynfæri virki vel. Flest, segi ég, það er auðvitað. Og flest er hannað og byggt miðað við því að þroskinn sé á einhverju normstigi og hreyfigetan sé til staðar. Því miður gera samfélag manna ekki mikið ráð fyrir fjölbreytileika þegar kemur að getufærni þegar kemur að getufærni. En það verður þó að segjast eins og að umræðan ólíkar þarfir okkar, rétt okkar til þess að þeim sé mætt og sjónarhorn fötlunarfræðinnar á fötlun sem flestir eflaust þekkja hefur breytt mörgu til betri vegar. Tækni framfarir síðustu 20 ára hafa líka breytt miklu, raunar valdið byltingu í lífi margra, myndi aldrei að vera ólæs og ekki sér enn fyrir endan á því sem betur fer. En eru hindranir hvað varðar aðgengi fatlaðs fólks að vörum og þjónustu eða gengur þetta nokkurn veginn smurt? Ég held að þeirri spurningu sé nú löngu búið að svara hér í dag. En nú get ég aðeins svarað þessari spurningu með við þær aðstæður sem ég bý við. En á ferðum mínum rekst ég samt oft á aðstæður og fyrirbæri sem ég veit sjálfkrafa að hindra til dæmis aðgengi þeirra sem eru hreyfihamlaðir. Ég velti því til dæmis oft fyrir mér þegar ég versla matvörubúðum hvernig fólki sem notar hjólastóla gengur að nota posa, slá inn PIN-númerið sitt þegar það greiðir fyrir vöruna. Í sumum verslunum eru þessi tæki hreyfanleg, en ég get ekki betur séð en að í mörgum sé búið að koma þau þannig fyrir að þau eru föst og fólk sem ekki stendur á fótunum getur ekki nota þau. Þetta eru bara eitt svona lítið dæmi hvernig einfalt fyrirkomulag sem auðvelt er að breyta getur valdið fólki miklum erfiðleikum. Ég hef komið fram með tímann, mér sagt. Já. En ég held því miður að það séu til staðar fleiri hindranir en þær sem þegar hafa verið yfirstignar. Kannski finnst einhverjum það fullmikið sagt, en eftir að við hugsa málið þá held ég það bara. Og það er búið að nefna hérna dæmi til dæmis Laugaveginn
og hvernig aðgengismálum háttað þar. Það er nú ekki fleiri orð það að hafa. Það aðgengishindranir sem ég þekki auðvitað einna best eru allar þær sjónrænu hindranir sem mæta mér á hverjum einasta degi. Flest miðar af því að við sjáum, eins og ég sagði, og í dag litið svo fremur á að það sé galli að sjá ekki en að hindranirnar sjálfar séu galli eða úr þeim þurfa að bæta. Það við sem erum biluð. Og þetta snýst auðvitað allt viðhorf eins og við erum margbúin að segja. Mín helsta, og svo ég fara nú að taka bara dæmi sjálfa mig, og það var kannski það sem að þessi fyrirlestur átt að fjalla og hefur svona einhverju leyti gert. Mín helsta hindrun eins og ég segja allar þessi sjónrænu þættir, það einfaldlega að komast út í búð. Ekki að komast út í búðina, heldur að finna vörurnar í búðunum. Það bara einhvers og helst. Ég sko 46 ára gömul og hvað gerir 46 ára gömul kona sem þarf að reka heimili og reka það fyrir sjálfa sig og 2 ketti? Hún bara veit það ekki. Það alveg satt. Ég hef sko árum saman eytt tugum þúsunda á mánuði í leigubíla bara til þess að versla inn fyrir heimilið. Sú leið sem ég sé út úr þessu að fá NPA, notendastýrða persónulega aðstoð. Reykjavíkurborg hefur ekki verið mér alveg sammála það og auðvitað vegna þess að ég hef ekki nýtt þá aðstoð sem Reykjavíkurborg hefur haft upp á að bjóða. Það að segja liðveislu, heimilishjálp. Ég hef svo lítið nýtt mér kerfið. Þannig að mínar þarfir eru hvergi skráðar. Þá hljóta þær bara að vera engar. En mér langar að lokum, að ég nú komið fram með tímann, mér langar svo að segja ykkur mér langar að segja ykkur 2 skemmtilega sögur. Bara mjög stundar. Mér datt önnur í hug hérna áðan þegar hún Hjördís Anna var að tala. Því það svo skemmtilegt og það svo magnað hvernig við bætum hvert annað upp í samfélaginu og hvernig við öll getum haft hlutverk hvert fyrir annað. Ég bý í 3-býlishúsi. Á hæðinni fyrir ofan mig býr fjölskyldan og drengurinn í fjölskyldunni heyrnarlaus. Ég flutti inn í þessa íbúð fyrir 10 árum og þá voru þau þar fyrir. Hann var þá á grunnskólaaldri, 14 ára gamall. Það segir sjálft að hann táknmálstalandi og ég treysti á það sem við heyrum. Við gátum ekki átt samskipti, ekki svona maður á mann. En við gátum átt samskipti gegnum tölvuna. Og við vorum alltaf á MSN hérna fyrstu árunum og erum stundum enn, og við notum kannski meira smáskilaboðin. Stundum fékk ég MSN skilaboð og þá var spurt: heyrir þú hávaða uppi á mér? Nei, ég heyri ekki hávaða. Gott, allt í lagi, takk. Þá var hann að spila tónlist en hann var að velta fyrir sér hvort hún á há og pirraði aðra. Ég átti þá 3 ketti. Ég sendi honum skilaboð kvöldið: nennir að kíkja til garð hvort það séu kísuna mínar, það svara mér ekki. Hann kom smá hlé og svo kom: já, ég sé Trínu og ég sé Söru en ég sé ekki freskköttin. Ok, þá vissi ég að þau voru nálægt við mig, þau voru bara óþæg, þau vildi ekki koma inn. En svona, nákvæmlega þetta, hann hjálpaði mér í ákveðnum aðstæðum og ég honum. Og svona getum við einmitt svo mikið unnið saman ef við höfum tækin til þess. Og tölvutæknin, þarna kom hún inn, hinn byltingakennda tölvutæknin og hjálpaði okkur. Hin sagan að fatakaupum. Fólk ímynda sér að þeir sem lítið ekkert sjá, þeir bara hljóta að vera með liðveislu eða einhvern tilsjónamann til að finna á sér réttu fötin. Og það auðvitað misjafnt, en ég fer yfirleitt ein í fatakaup. Mér finnst það ágætt og ég treysti mér alveg í að velja á mig föt, svo fremið að ég átti mig á því hvernig þeir eru á litin.
Og þegar ég fer í fattabúðir þá er ég alltaf með svona lítið tæki í vasanum sem er litarskynjari. Hann er talandi og hann sem sagt segir mér liti á hlutum og fötum, sé honum haldið þétt að hlutnum og ítt á taka. Og svo er þetta að tengja heyrnartól við þennan litarskynjara svo hann blaðrið í honum veki ekki athygli allar. Þannig að þegar ég kem inn í fatabúðir þá með tæki í vasanum og heyrnartól í eyranu og byrja að renna þessu eftir fötunum, að þá veki ég oft mjög miklu tortryggni starfsmanna. Fyrst horfa þeir á mig og spáði hvað þeir að gera, en svo hleypir einhver í sig kjarki, gengur að mér og pikkar í mig og segir: "Fyrirgefðu, ertu frá verðlagseftirlitinu? Hvað ert þú?" Og þá þarf ég auðvitað að útskýra virkni tækisins og taka heyrnartóli úr sambandi og leyfa öllum að heyra. Og það eru auðvitað allir svo uppnumdir yfir þessu gríðarlega tækniundri, en ennþá uppnumdar við viðskiptavininum. Hann skuli yfirleitt þora út fyrir húsins dyr og mæta einn. Og hvar er tilsjónaraðilinn þín? Heyrðu, ég er komin langt frá með tíma, takk fyrir. Hrefna Ágústa Gunnarsdóttir fyrir skemmtilega frásögu, skemmtisögu. Þá er komið að síðasta dagskrárliðnum hérna í dag og það eru umræður. Og við erum kannski að ljúka þessum frá var horfið á það. Og ef fólk er með spurningar, þá að bera þar uppi og reykja bara fram þess að vera fyrstir. Ég ætla að nota tækifærið og minna fólk á að þegar fer út hérna eftir, að taka það með sér þetta fína plakata af þessu fallega fólki og hengja það upp á vinnustaðnum hjá sér, eða þá bara inni hjá sér, það veit. Þetta er sönnsag. Já, sönnsag. Og bæklinga ef það er fræðast Masters Iceland. Og þessar bæklingar sem eru bara hérna fram á borðinu. En notaðu umræður. Hver er fyrstur þar? Það er Ágústa. Já, gott fólk. Ég átti bara eftir að segja eitthvað 3 skemmtisögur við. Mér langar að spyrja hana Hörpu, mér veist margt svo athyglisvert sem hún kom inn á. En að því hún talaði að fyrirtæki og stofnanir sem skráðu sig í kerfið hjá þeim eða inn á síðuna fengjur aðgjöf og upplýsingar og tillögur og úrbótum. Hvað með þá sem vilja bara gera heimili sitt aðgengilegt? Langar að þannig að fólk í hjólastólum geti ferðast þar og vill fá aðgjöf. Hvers getur þeir leitað? Takk. Halló. Það geta allir leitað til aðgengis eða Access Iceland og fengið aðgjöf. Hvort sem það eru opinberir aðilar, einkaaðilar, hvort sem það heilu sveitarfélögin eða bara prívat heimili. Það geta allir fengið aðgjöf. Einhver? Já? Þessi með einu spurningu hérna á Access Iceland. Sko hérna, ég var að vera með eins og þú til tölum á garðurinn, væri allar opinberar byggingar í garðinum. Hvernig getum við treyst í að garðurinn gefur upp að þetta séu allar þær opinberar byggingar sem hann er með? Ég held að ég hefði að treysta því að þeir láta taka út þær byggingar. Þeir ráða náttúrulega hvaða byggingar þeir láta taka út. Það er enginn sem getur þvingað á til þess að taka út þessa byggingu eða eina bygginguna. Þetta er þeirra val. Það er ekkert sem er í raun og veru sem krefur að opinberar byggingar fari í svona mat. En ef sveitarfélagið kemur og fær ykkur til að taka út og segir hérna eru byggingarnar, en segir ykkur bara frá þeim byggingu sem eru aðgengilegar, segir ykkur ekki frá hinnum og svo er með óalveg flotta stimpil því að það er allt aðgengilegt hjá þeim, en þeir tölum kannski ekki hinnar. En það kemst náttúrulega alltaf upp með það síður vegna þess að það er listi yfir þessar byggingar sem þeir hafa látið taka út.
Þannig ef einhverja vantar að þá er það náttúrulega bara þeirra að svara fyrir það af hverju þeir hafa ekki beðið út eftir þeim öllum. Okay. En hérna eins og ég var að pæla líka þegar það var flott hjá okkur síðan, maður getur leitað eftir stöðu. Getur maður leitað eftir merkjum? Ef ég ætla til dæmis að finna mér hótel, með hjólastólaaðgengi sem hafa verið 100% lagi, get ég leitað bara eftir merkjum? Já. Þú getur gert það. Þú getur valið fötlunarflokk eða merki fyrir leitina sjálfa og svo getur líka farið inn ef þú ert komin inn á síðuna og þú vilt bara minnka umfangi af upplýsingum, þá bara velur það merki sem þú vilt. Glæsilegt, takk. Einhver sem að með spurningu? Engin? Jú, Harpa. Þetta er kannski ekki spurning, en mér langar bara að benda á plakatið sem er hérna frammi, það er samanbrotið. En þeir sem vildu kannski skoða aðeins hvað stendur á baku merkin, svona hvaða aðgengisatriði, þá er bakliðin á plakatinu með þeim upplýsingum. Engin með spurningu? Rannveig? Ég ætlaði kannski ekki að vera með spurningu, heldur langar mig bara að segja fólki sem hér er frá því að aðgengi er mjög ofar á baugi alþjóðlega, bæði í framhaldi af samningnum og 9. greininni sem fjallar aðgengi og svo náttúrulega eins og hér hefur komið fram fjallar margar fleiri greinar það. En síðan vildi ég líka segja ykkur frá því að á vegum Evrópusambandsins að þá hefur í mörg undanfarin ár verið unnið að undirbúningi á evrópskri löggjöf aðgengi, European Accessibility Act. Og það er búið að fara fram mikið af rannsóknum í öllum Evrópulöndum, meðal annars á Íslandi við hjá Rannsóknarsetrinu höfum tekið þátt í að gefa upplýsingar aðgengismál hér á landi eins og Öryrkjabandalagið, ég gerir það fyrir jafnvel fleiri aðilar. Og það aðgengi sem þar er verið að tala er fyrst og fremst að vörum, þjónustu og upplýsingum. Að allir hraðbankar séu aðgengilegir, að interneti sé aðgengilegt, að allar vörur og þjónusta sé aðgengilegt og annað slíkt. Og að framleiðsla á þvottavélum sé líka þannig að geti allir notað hana. Og þetta nær mjög langt til framleiðslu á vörum og afhendingu og alls konar þjónustu. Og þetta er ákveðin svona ný leið til að auka aðgengi að samfélaginu, þannig að samfélagi getur verið aðgengilegt fyrir alla. Þannig að þetta krefst mikillar samvinnu alls konar aðila sem ekki eru undir neinni opinberri stjórn, heldur þeim sem framleiða vörur og bjóða upp þjónustu. Þannig að það er þungt undir fæti að koma á þessum stöðlum og fleiru, en það er mjög mikið unnið af þessu. Og það stóð til þess að setja fram fyrst drög þessari löggjöf, núna bara á þessu ári, en það dregst eitthvað. En þetta er í undirbúningi og mun skipta mjög miklu máli þegar það kemst í framkvæmd. Þannig að ég vil bara gefa upplýsingar það. Svo langar mig líka að segja að mér finnst þetta alveg frábært málþing og bara þakka öllum fyrirlesurunum fyrir alveg sérlega áhugaverða og skemmtilega fyrirlestra. Takk fyrir. Það verðist, Harpa? Ef maður bæta bara aðeins við þótt svo að staður hafi ekki fengið merki, til dæmis eins og hjólastólamerki og gönghandrisketta sem er svona einn erfiðasta að uppfylla, að þá mæli ég með því að skráningin sé samt svona skoðuð, því það geta verið atriði sem ekki endilega stoppa, þótt svo að þau sé ekki uppfylla öll annars atriði. Það gæti til dæmis verið bílastæði að það sé ekki bílastæði verið fallaða fyrir utan og það getur haft áhrif að staðurinn ekki upp á hjólastólmerki. Þannig að aðgengi getur samt sem áður verið mjög gott. Bara minna á það að það er ekki þannig sagt allt sé ómögulegt þó að það sé ekki merki. Heldur við erum einfaldlega að reyna að gefa upplýsingar. Takk. Og Bergur Þorri? Er eitthvað mannum sem er að aftarfættir? Já. Alltaf rætt. Ég ætlaði
svona laumað að því sérstaklega því að sé að fulltrúar stjórnmálaflokkanna hafa látið sig hverfa, við líka okkur aðeins, að það náttúrulega sveitarstjórnar kosningar á næsta ári og alþingiskosningar náttúrulega þurftu að gera afstaðanar, að ég vil bara skora á alla að reyna að beita sér hvað sem menn í flokki, hvaða skoðun sem menn hafa og hvað sem menn í pólitík almennt. Reyna að bóta sér aðeins inn, reyna að hafa áhrif, reyna að ýta og allt þetta sem við þurfum að gera til þess að koma samfélaginu áfram. Takk fyrir. Frímann heiti ég. Mér langar svona í lok þessari ráðstefnu svolítið að forvitnast hvað kemur út úr þessu hér. Nú erum við búin að heyra það að það eigi verið að byggja ódýrar og litlar íbúðir þá að þess að vera að skeiða aðgengi fatlaðra. Nú voru verktakar með mjög harðan áróður fyrir því að fá þessu breytt og kröfurnar minnkaðar. Hver stoppar það? Nú erum við með öryrkjabandalagið og það er alveg rosalega harka núna í bara því að berjast fyrir því að öryrkjar ná að lifa. Bara af sínum bótum og eiga fyrir sínum lyfjum og annað tíðinni. Ég veit ekki hvort það sé nægilega orka í öryrkjabandalaginu einu til að taka þetta líka af einhverjum virkilegum slag. Þetta er orðið bara þannig í samfélaginu að þú þarft helst að hafa þjálfaða hermenn til að berjast fyrir þig því að það er ekki hlustað öðruvísi. Og það vantar að hugsa og kannski aðeins að fá fram hjá fólki hvernig á að fylgja þessu eftir. Ég er alveg sammála því að það er að tryggja aðgengi fatlaðra og mér finnst líka að þyrfti að vera hægt að fá styrki eða ódýr lán eins og til byggingar bara fyrir fatlaða til að breyta eldri byggingum. Nú bý ég í Ráðhúsi á 3 pöllum. Amma mín var í hjólastól en hún gat staðið upp og gengið örfá skref. Þessi hús eru byggð samkvæmt lögum um verkmannabústaði. Það var álitið að það væri mjög hórað fólk og mjótt. Ég ætlaði að spara með labbitúr, ég bakveikur og með gigt og hjartasláttartruflanir og eitthvað fyrra þannig að til þess að labba ekki hringinn í kringum Ráðhúsið þá ætlaði ég að fara með tunnuna fyrir pappírinn í gegn. Þá komst ég að því að tunnan komst ekki í gegnum hurðina inn í þvottahús. Þetta er ekki breytt, en þetta er bara kröfurnar á þessum tíma til verkmannabústaða voru þannig að þetta er ekkert fyrir hvorki fyrir fólk að búa í þessum herbergjum eða annað, en það vantar niðurgreitt lán eða styrk til að hjálpa fólki að breyta húsum þar sem það er möguleiki og einhverja sterk að fylgja sér eftir. En það er mjög gaman og fróðlegt að koma á þessar ráðstefnu og sjá hvernig fólk upplifir þær hindranir sem eru. Ég hef lent í þessi búin að fagna því mikið undanfarna ára að sjá í lyftum og hnapparnir eru lágt og svona. Nú þegar ég er slæmur í skrokknum þá var ég vandræðum að beygja mig. Þá er vont að ég sé ekki vel að taka hana. Nema að beygja mig niður og það er stundum sárt í skrokknum. En ég samgleðast fólki í hjólastólum að dagarnir séu komnir þarna niður. Takk fyrir. Ég vil, þegar ég tala fyrir sjálfum, ég leggja af einhver stríð, orustu, einhverja slægi. Það er gamli tími. Einhver sagði að pennin væri beitt eftir vopnið og ég hef full að trúa því. Þetta gerist auðvitað ekkert annars á annan hátt heldur en að við, hvort sem það er Sjálfsbjörg, Öryrkjabandalagið eða aðrir aðilar, setjumst niður með eitthvað borð, hvort sem það er með samtökum með atvinnulífsins, samtökum við iðnaðarins eða stjórnvöldum. Finnum einhverja lausn. Það er fínt og ágætt hugmynd að reyna að breyta eldra húsnæði. Húsnæði á Íslandi er einfaldlega bara dálítið dýrt. En það skapast ekki algjörlega því að það sé svo dýrt að byggja það. Lóðurnar eru líka dýrar og svo framvegis. Það þarf að skoða þetta allt í samhengi og enn og aftur þurfa sveitarfélögin að koma að þessu. Ég held að við tökum enga slægi í þessu. Það er alveg mín sko. Já, þetta já. Græna
Ég þarf engan hátalara, ég ætla bara að fá að þakka fyrir að fá að vera hérna í dag. Minn málaflokkur. Já. Ég tala svo rosalega hátt sem gamall kennari. Ég ætlaði bara að fá að þakka fyrir að fá að vera hérna með ykkur í dag og sorglegt að hafa ekki getað verið allan daginn. Ég starfi í innanríkisráðuneytinu í samgöngumálum og því ykkur spurði hvað verður það sem við erum að tala um. Ég fer allavega héðan með nesti og mér langar bara að þakka fyrir þetta góða framtak og ég ætla að fá að eiga það inni að fá að ræða aðeins við Berg aðgengimál á náttúrusvæðum vegna þess að ég fer með samgönguáætlun. Takk. Þínu boðið með tekið. Góðan daginn, Anna heiti ég. Ég ætla að byrja því að þakka þér ráðstefnuna. Hún Ágústa ég hef alltaf haft svo mikið áleitt á Ágústu og mér finnst alltaf að sjá einhvern veginn miklu betri við hinn. Og mér finnst að koma svo vel fram hérna áðan. Því við erum að tala hlutir sem það að breyta, framtíðina, enda lítið sennilega sama sagan að búin að vera síðust 20 ár. En síðan kemur hún, sem á að heita henni gæslulega blind, og segir frá því sem er að gerast beint fyrir framan augun á okkur. Og á að heita nútíma tæknivæðing og þróun og sem sagt framfarir. Og það er alveg rétt sem hún segir, það er verið að festa posana á sömu stöðum. Það átt að þeir sem koma hafa alltaf verið samgönga. Hvað þurfa þeir að byrja að gera? Mér finnst þetta svo gott dæmi það sem að sem sagt, vera líka í nútíðinni og reyna að spyrja maður hvernig getur þetta gerst núna á þess að nokkrum finnst það athugavert. Það er þeir sem eru að gera þetta. Þannig Ágústa, þú nefnilega, þú sérð alveg rosalega vel. Takk. Nei, ok, það er ekki hægt bóndana. Bara að því að þú nefnir, og ég nefndi posana, það sem ég langaði bara að segja, því að ég náttúrulega kom því ekki að því að fyrir minna voru búnar sko, að ég talaði þarna aðgengi að vörum í verslunum sem er ein mín helsta hindrun á því að reka heimili. En þá langar mér líka að nefna í því sambandi, þetta hljómar ekki allt bara eitthvað neikvætt, að núna eru þessi snjallsímar, allir komnir með þá, og nú er að detta inn talforrit fyrir snjallsíma, þannig að þeir sem sjá ekki á skjáinn eiga geta nota símann. Og síðan hefur fólk átt þess kost núna í einhvern tíma að sækja sér app á símann sinn, sem er þannig gert að það getur skannað strikamerki vörunar og fengið upplýsingar úr símanum sínum heimasíður þar sem það getur fundið frekari upplýsingar vöruna. Þannig að ég sé, það kemur af því, þetta eru allt þolinmæði og við höfum þurft að bíða, en það kemur af því að ég get sjálf fundið vörunar í búðinni, ég veit það alveg. En á meðan ég get það ekki, þá, ég meina, heimilið býður ekki neitt. Það er þarna og það þarf að sinna því. Og ég verð að finna einhverja lausn á meðan. Svo getur vel verið að þegar ég er orðin 60, þá bara, verð ég komið með svona sjónróbot sem ég ýt á undan mér sem að segja mér bara allt sem á vegi mínu verður. Takk. Valur var við orðið. Ég vildi bara þakka fyrir þessa fínu ráðstefnu hérna og vonandi heldur þetta áfram að rúlla upp svo snjóbolta eftir við förum all hérna núna eftir. Þetta er virkilega afhengt til samfélagið. Bara mjög gaman að hafa fengið að heyra ykkur hljóði í dag. Og svo vildi ég beina eftir þín hvort það hafi ekki verið að meina að pennin sé beintari sverðið. Þetta veitum við fyrir. Sjálfsögðu. Ef það eru ekki fleiri hérna sem vilja tjá sig, það var að fara það. Já, ég ætla að koma aðeins inn á hérna pósana. Ég er alls ekki að afsaka þessa sem hafa fest pósana á röngum stöðum. En það var gert leiðbeiningablað fyrir verslanir aðgengi að pósum.
þetta er svo aðeins sem hafa ekki leitað sér þegar þekknir. En þetta er allt á sama brunnum, sko. Við erum með fullt af lögum og reglugerðum, en það er bara alls ekkert allir sem að fara eftir. Og þó að leiðbeiningarnar séu fyrir hendi, þá eru þeir ekki nýtar. Arnar Helgi? Ég held að það sé nú að... Maður gleymir þetta á hátalarorðum. En ég held að það sé nú alltaf í grunni komið það sama og það er eftirlitsaðili. Okkur vantar orðið greinilega bara eftirlitsaðila í öllum byggingum, þar yfir í verslunum og annað og ég legg náttúrulega bara til núna að Öryrkjabandalagið og að þeir sem eru aðilar því komið sér saman og það að einhver aðili fari í þetta starf að verða eftirlitsaðili og geti fylgt þessum hlutum eftir. Þannig að það er bara svona mín ábending. Takk fyrir það. Þá held ég að við segjum þessu bara lokið í dag og ég vil þakka rástum gestum en Guðmundur Magnússon ætlar að eiga þetta loka orðið og ég vil leyfa nú það bara. Takk. Ég þakka þér fyrir skörlega stjórnun á þessu og svo vil ég þakka fyrir ykkur öllum sem hafa komið hér og talað og öllum sem hafa komið hér og hlustað. Ég held að þetta sé með bara betri málþingu sem ég hef setið núna lengi og ég er vissum að orð eru til alls fyrst og það fara allir héðan með eitthvað gott og við munum halda áfram að hafa eftirlit. Við gerum það með því að koma svona saman, með því að tala saman, með því að við séum sjálfvirk og bendum á það sem að miður fer og þá getum við fengið þetta lagað. Ég ætla að benda ykkur á það að þessi ráðstefna hefur verið tekin upp og verður síðan á netinu hjá okkur og Öryrkjabandalaginu heimasíðunni og hjá Fötlunarfræðinni, sem sagt rannsóknarsetri í Fötlunarfræðinni. Þannig að ef að eitthvað hefur farið fram í okkur, ef að eins og ég sofnaði aðeins í erindinu, nú að segja bara heim og hlusta á það betur. Þannig að ef við notfærum okkur það að þetta er til staðar og við getum notið þess enn og aftur. Takk fyrir kærlega fyrir komuna.